Heil og sæl. Draumur okkar flestra að eignast barn. Og eiginlega svo draumur hafinn yfir tíma og rúm, tíðaranda og menningu. Þetta svona sammannlegur draumur. Og í flestum tilvikum auðvitað rætist hann farsælega og gengur vel fyrir sig að geta barn og ganga með það og fæða. Það svona sem betur fer í flestum tilvikum þannig, en þó ekki alltaf. Og í dag ætlum við að heyra sögu föður sem að upplifði það að sækja verulega á brattan í þeirri göngu, eiginlega alveg bara frá upphafi. En þetta eiginlega svona páskasaga, myndi ég segja, þó að páskarnir sé nú ekki komnir strax, því að það heilmikil píslarganga í henni, en hún enda með upprisu. Það dásamlegt. Þess vegna svo gott að fá að heyra þessa sögu, því að það fullt af sorginni, að það líka mikil gleði og mikil von. Og hingaði mættur Jóhannes Gunnar Bjarnason, íþróttakennari og fótbolta- og handboltaþjálfari til 200 ára. Nei, til svona 35 ára cirka. Kallaður Jói Bjarna hérna á Akureyri, þannig að ég mun nú kannski bara leyfa mig það í viðtalinu og ávarpaði sem Jói. Það ekki í lagi? Ég bara vona heitt og innilega að gera það, því að ég aldrei kallað Jóhannes nema þegar eiginkonan að skamma mig. Já, við veitum þetta, þegar þú gert eitthvað af þér, sko. Já. Ertu hjartalega velkomin. Takk að þér. Ég fannst svolítið við svona ræddum saman fyrir þáttinn og mér þótti svolítið dýrmætt, bara ekki síst sko að auðvitað þetta ekki bara saga þín, þetta líka saga auðvitað konuðinnar og dóttur sem orðin hvað gömul í dag. Hún 9 ára. Hún 9 ára og sonar sem að lifir hjá Guði í dag. Og mér fannst samt svo dýrmætt að fá karlmann til þess að ræða þessi mál, því að sumt af þessu að ræða dálítið svona feimnismál hjá og meðal karlmanna og til dæmis þessi aðdragandi að því að börnin, tvíburarnir ykkar verða til, þið fóruð í gegnum tæknifrjóvgunarferli, ekki satt? Jú. Og svolítið, sko, við vorum að ræða það, sko, karlmenn kannski, sko, þeim finnst þetta ekki síður erfitt að ræða þessi mál og upplifa kannski svolítið svona sem, já, hvað segja, blett á karlmennsku sinni ef að þessi hluti gangi ekki alveg snurðulaust fyrir sig og svona, það svona okkar tilfinning. Hvernig var þetta, ef þú bara segir okkur frá því, þú varst mjög öll með að tjá því, hvernig var þetta, við byrjum á því og svo ætlum við að fara yfir að heyra sko kraftaverkasöguna, en þetta ferli hjá ykkur, konuðinni, með tæknifrjóvgun? Já, sko ég var nú svo heppinn að hún átti eina dóttur þegar við tókum saman, yndislega stúlku og ég ól hann upp bara sem mína dóttur, en síðan náttúrulega kemur að þeirri stund að okkur langar til að eignast barn og það bara þrátt fyrir ég sem menntaður íþróttafræðingur þá bara dugði heimaleikum minn ekki til þess að nokkuð skapaða hlutur gerist. Og það náttúrulega svona svolítið, já það bara fyrstu viðbrögð að reikna með að það sé eitthvað hjá konunni. Já. Og kona mín hafði farið í smá aðgerð sem var jafnvel tengt þessu og talið líklegt að það væri vegna þess sem ekki varð þetta að ræða. En svo fór ég í próf og þá kom í ljós að sko fabrikan var í fínu lagi. Ég framleiddi óðinskappa alveg bara í löngum bunnum en þeirra leið svo aftur áleiðis að egginu, hún var ekki í lagi. Það var einhver hraðahindrun hana? Já, það var, ég tengi þetta nú við ónefnt atvik í handboltaleik þar sem ég varðist þrumuskot til andstæðings með þrumur óæskilegum líkamshluta. Það allavega svo skýring sem að ég finn engar allavega þannig að þetta var ekki eins og hefðbundin tæknifrjóvgun því að það þurfti náttúrulega að sækja sáðfrumur vegna þess að þær kom ekki sjálfar. Nei. Það ekkert rosalega skemmtilegu viðburður, það verður bara að segja eins og Ég fær bara illt í pungin, þú veist ég ekki með það, sko. Já, ég eiginlega líka, þegar hugsaði tilbaka.
En það var sem sagt, það tókst og það verða til fósturvísar og mjög fljótlega tókst sem sagt frjóvgunin og þetta ferli fer í gang að kona mín gengur með tvíbura sem var okkur mikið fagnaðarefni. Já. En að sama skapi þá þetta tækni frjóvgunar ferli, það er gríðarlega erfitt. Já. Það reynir mjög á báða aðila. Þegar fólk tekur saman þá náttúrulega í langflestum tilfellum vill fólk eignast börn. Já. Og bara sú staðreind sem að blasti við okkur á ákveðnu tímapunkti að það stemdi ekkit í það að það væri hægt. Það var áður en að það uppgötaðist að sko framleiðslan á óðinsköpunum, hún var í góðu lagi sko, en þeir bara synti ekki á réttu brauð. En það eitt út af þessi var bara verulegt áfall. Já. Og svo ég lýsi kannski frá mínum sjónarhóli sem karlmanni að þegar ég fæ þær fréttir að ástæðan fyrir því að hún ekki orðin ófrísk þessi púðurskot frá mér, þá var það náttúrulega bara heilmikill baggi að bera. Já. En kannski að samanskapið mikill léttir þegar ég fæ upplýsingar það að þetta sé mögulegt, þetta sé til staðar en bara byssan vitlaust hlaðin sko. En svo náttúrulega má bæta því við varðandi þessa ófrjósemi sem slíka að íslenska heilbrigðiskerfið það gerir bara hreinlega ekki ráð fyrir þessum kvilla. Nei. Þetta var hér áður fyrir deild hjá Landspítalanum þar sem að þessar aðgerðir fóru fram. Núna bara eitt fyrirtæki í einkaeigu, Artmedica í Kópavogi, sem að rekur þetta bara eins og hvern annan business og taka 20 milljóna í arð á hverju ári og þetta gríðarlega kostnaðarsamt. Já. Þetta ekkert fyrir hvers og illu heilli held ég því miður að það sé bara fólk sem að hefur einlega ekkert efni á þessu. Hefur þið tekið það saman hvað þið bara þurftu að punga sjálf út miklu fyrir þetta? Það er nú vel orðaðið mitt að pungaði út. Þetta er svona allt í stíl. En nei, ég gerði það nú ekki, en þegar við tökum allt saman þá hleypur það bara á milljónum öll þessi skipti sem við fórum að þetta var feikna mikil upphæð og við náttúrulega bara að því að við stóðum þetta vel þá gátum við látið þetta eftir okkur en Þetta náttúrulega misskipting í velmegunaríki. Ég heldur betur og mér finnst þetta að vera mjög ljót gloppa í kerfinu að fólk sem glímir við það að geta ekki átt börn en getur það með aðstoð að það þurfa að borga hverja einustu krónu í raun og veru sjálft. Við fengum reyndar sko ferðakostnaði greiddan á milli en á öðru leyti kemur í opinbera kerfi ekkert nálægt þessu. Þú þarf bara að eiga við þennan kvilla bara sjálf og þú fari enga fyrirgreiðslu og Þó þetta tengist sko einmitt líkamlegum kvilla sem að hefur með heilbrigðis og maður hefði haldið líka því að þetta er svo rosalega stór hluti af tilveru fólks að eignast börn og ég sem búin að umgangast börn og unglinga alla minn starfsferil og auðvitað þráði maður og nú ekki teitara heldur en að eignast börn svo kemur við að þessu vegg og hjálpin sem slík hún engin ekki nokkur það finnst mér vera með dökkur blettur á okkar heilbrigðiskerfi. Ég get alveg tekið undir það. En svo verða til tvíburar. Já. Og og þá er nú ekki öll sagan sögð. Hún nú bara varla byrjuð. Nei, hún varla byrjuð. Það ótrúleg saga. Já, hún alveg ótrúleg. Það verður til strákur og stelpa. Já. Og þetta var bara hammingin ein og svona cirka hálfa meðgönguna. En þá gerist það að vatnið fer af öðrum tvíburum drengnum. Og það gerist 16. júlí 2006. Og við fórum náttúrulega á sjúkrahúsið og þar náttúrulega kona mín lögð inn og
svona fyrstu upplýsingar sem við fáum að drengurinn muni fæðast bara von bráðar. Það mun ekki líða langur tími og við vissum og annars var svona mikið opið, það var ómögulegt að segja, hann var á lífi og það var smá von að það gæti safnast upp vatn aftur en það gekk ekki. Þannig að innan tiltölulega skamms tíma þá fæddist hann. Og fyrirgefðu, þið vissu hann myndi ekki lifa ef hann fæddist, sko, það var á 20. viku eða hvað? Já, það var 20 vikur sem þegar hann fæðist og það bara klippt á naflastrenginn eins hátt upp á mögulegt og í sjálfu sér okkur ekki gefnar mikla vonir annað heldur en að þetta eðlilega ferli í náttúrunni að tvíburar fæðast að hitt koma eftir að það sé þá bara skammt í það. Þetta voru náttúrulega ólýsanlega erfiðir dagar. Þetta var bara, maður trúði bara ekki að þetta væri, og reyndar bara áttaði sig ekki alveg á öllum þessum hremmingum. Þetta var svo marslungi. Síðan bara líða dagarnir og stúlkukornið kemur ekki. Og því var að hluta til að þakka að fylgja drengsins, hún sem sagt kom ekki þegar hann fæðist. Þetta eitthvað alveg óvenjulegt. Já, þetta allt saman og allt mjög óvenjulegt þessar vikur sem líða. Og þessar 5 vikur tæpu sem að liðu, við förum suður náttúrulega, 23 vikur, þá voru flutt suður, uppbóðust mikla blæðingar og þá var talið þetta að vera að fara allt á stað en gerist ekki. Og þá förum við suður og leggjumst inn á kvennadeildina og í 24 vikur og 5 daga þá var þessa stúlkan á sínum stað. En þá fór ferlið á stað. Þá möguleiki að barnið sé lífvænlegt. Já, en það ekkert á vísan að róa. 24-5 vikna meðganga ekki mikil og barnið náttúrulega var vel innan við 700 grömm þegar fæðist og þetta litla stýrimeri sem gæti ekki fæðist aðeinslega nátt, hún var öll þessum, þannig að þetta bara handaflið dróhana í raun og veru út í heiminn. Og í millitíðinni, að því það svolítið merkileg kannski fyrir fólk að heyra þá lífsreynslu, sko, að þá náttúrulega fórst þú til þess að jarða drenginn, hann var jarðsettur hérna upp í kirkjugarði. Konan gat ekki verið auðvitað viðstödd, því hún lá náttúrulega bara á sjúkrahúsinu og vissi ekkert hvað myndi gerast. Já, við vorum bara 3, ég og fósturdóttir mín og séra Jóna Lísa Þorsteinsdóttir sem að vel að merkja ásamt Vigfúsi, presti á Landspítalanum og verðandi forseta. Þau bara björguðu okkur algerlega með sinni sálgæslu og sinni aðstoð ásamt þessu yndislega starfsfólki, sérstaklega hér á sjúkrahúsinu á Akureyri. Og síðan náttúrulega þegar þetta ferli fer í ganga, hún fæðist, að þá gengur fæðingi sérst erfilega og þegar barnið komið á bekkinn að þá til svona mælistika á lífsmörk frá 1 upp í 10 og hún mældist með 1,0. En Hróðmar læknir, hjartalæknir og hans stillingar og hans teymi, þeim tókst einhvern veginn að hnoða hana í gang og fara með hana yfir á vökkudeild og tengja hana þar við tólfatæki. Og hvað voru ykkur gefnar miklar líkur þannig að ég bara vissi ekkert Kona mín þurfti að gangast undir aðgerð strax, hún hafði misst náttúrulega mjög mikið blóð og það þurfti að náttúrulega fara í þessi fylgjumál og allt í einu sitt ég bara einn á gangi og vissi hvorki eitt en eitt, náttúrulega svefnlaus og ringlaður og ruglaður og ég vissi ekkert hvort barnið var dáið eða lifandi og ég eigraði þarna á ganginn og inn á einhverja kaffistofu og fekk þar besta kaffibolla sem ég á ævi minni fengið og það kemur einhver hjúkrunarfræðingur og spyrir mig bara hvað þú að gera hér vinur og ég bara veit það ekki
allir sé ekki að bíða eftir honum Hróðmar í lækni. Ég var að eignast barn. Já. Ég hafði bara svoleiðis, já. Og hann kom svo klukkutíma seinna og lósaði mig alla leið yfir á ökudeild sem var náttúrulega alveg hinum megin þarna og inn á ökudeildina og þar sá ég sem sagt barni í fyrsta sinn. Ég náttúrulega fekk bara hálfgert áfall, sko. Ég gat ekki ímyndað mér að til væru svona litlar mannverur, 700 grömm tæplega, og þetta umhverfi, þessi tæki, þessi tól og þessi sífelldur aðvörunarmerki sem komu frá tækjum á náttúrulega fleiri fyrirburar, þetta náttúrulega þröngt og mér eiginlega var bara ekki sjálfi, bara fyrstu viðbrögð voru náttúrulega svo var all hel marinn af því að þetta toga hann út, sko. Það ég get nú ekki sagt að maður hafi fylgst mikill í bjartsýni, svona fyrstu. Varst ekki lítill þarna einhvern veginn? Jú. Það var, sko, maður var bara fullkomlega afvopnaður. Maður hafði ekkert og annað þetta dásamlega starfsfólk sem þarna vinnur. Hróðmar, læknir og síðan þeir hjúkrunarfræðingar og aðrir læknar sem að þeir blés ekki bara lífi í barnið, heldur mig líka. Kona mín náttúrulega var nokkuð lengi að jafna sig eftir þessi aðgerð og hún sér ekkert barnið fyrir eftir nokkra daga. Sko fyrstu dagana var maður náttúrulega fyrst og fremst bara ráðvilltur og vissi í raun og veru ekkert og eftir 3-4 daga þá sem sagt kallar yfirlæknir mig á fund og gefur okkur sem sagt von og þetta sé alveg mögulegt og hún sé þetta í öndunarvél og þurfi mikla aðstoð við öndun og lungun hafði ekki verið mikið þroskuð þegar hún fæddist. Og þetta yrði bara ráðast en það væri von og leið og ég heyrði bara þetta orð von á festi eða bara í kollinum á mér og sjálfsagt við hjálpa til þessi ferill með íþróttir að flýtum með hann ekki sekkur og berjast til síðasta manns og síðustu sekundu. Svo náttúrulega gekk þetta mjög misjafnlega. Hún var veik og það leit ekkert vel út á tímabili og svo nær hún sér aftur og svo fær hún mikið áfallandi einsunni. Hún var að fara í sjónmælingu, ég veit nú ekki hvernig í veröldinni fara því að ekki ræddu nú við hann hvað hann sagði, en fekk einhver augndrópa og hún fær svona heiftarleg viðbrögð við þeim og bara hrinu niður í súrefnismettun og í harslætti og með okkur bæði standandi og það var bara fum af hot og tókst ná að koma í gang aftur sem betur fer og þannig að öryggi var náttúrulega ekkert, sko. Hérna held ég á fyrstu bleiunni sem hún var sett í, eða það að segja þeirri tegund, það ekki? Jú. Þetta ekki mjög stórt. Þetta svona eiginlega, sko, þetta svo lítið dömbindi, sko. Já. Þú vorum kannski ekki mikið vita á því. Og mér langaði aðeins að sýna bara áhorfendur fór sjá, hérna eru svona fyrstu fötin. Þetta eru heimferðarskótnir, ekki satt? Jú. Þegar hún fór loksins heim af vökudeildinni. Á aðfangadag, klukkan 4. Já, var það? Hún átti að fæðast á aðfangadag og hún fór. Já, það alltaf þannig að þau fara oft heim einmitt á þeim degi sem að þau átt að, það oft tíminn. Ég var einmitt, Jói segið við Arnald, ég veit þú þekki sonmun Harald Bolla, handboltamann, handboltakappa, þetta hefði verið svona eins og griffla á hann, sko, þegar hann fæddist, sko, því hann var akkurat í hinn áttina, mjög stór. Já, við þurfum líka átt okkur á því að hún, sko, óx upp í þessi föt, hún var náttúrulega miklu minni fyrst, það hefði verið allt og stórt á hana framan af fyrstu mánuðina. Já, auðvitað. En, Jói, sko, ég var svo sem ekki búin að tala þetta við þig áður, en ég bara segi þér það hér þá, sko, þá kemur líka einlægt svar hjá þér. Ég hef stundum heyrt fólk tala það, hérna á Akureyri, að þú hafi bara breyst. Þú sett breyttur maður. Og það sé ekki að það sé einhvern veginn, sko, ekki alveg að þetta setja fingur á nákvæmlega hvað það er. Ég meina, þú bara alltaf verið mjög farsæll í þínu starfi sem kennari, sem er nú bara, bara staðfesting á því ég sé hérna eftir með
alveg ótrúlega skemmtilega viðurkenningu, skólanefndar Akureyrar 2015, viðurkenningu sem framúrskarandi og einstakur kennari. Og það nú ekki eitthvað sem að fær svona fyrir eins árs starf, held ég, í skólum, það er eitthvað lengra. 31 árs. 31 árs. En margir segja, sko, það, þú veist, Jói breyttur, sko, hann hefur breyst og það er það þessi reynsla? Er það þessi lífsreynsla? Breyttu þið mikið? Já. Já, það bara þannig. Já. Sko fram að þessu þá hafði ég svo svellandi sjálfstraust að það var örugglega bara pirrandi fyrir mjög marga og ég var ekkit oft mikið gefið fyrir málamiðlanir, ég var mjög fastur á mínu og var alltaf búinn að hræra mér þarna inn í pólitík og ætla mig ekki segja að bara verið góðu með mig og var ekkert mikið fyrir að víkja út frá mínum ástæð en þessi svona rúlletta, hún bara hreinlega breytti lífsýninni bara algerlega. Já. Ekki síst hvað það varðar að mín viðfangsefni sem eru börn og unglingar sem að mér hafði og hefur gengið vel að linda við og hjálpa og koma til þroska. Að maður sá í raun og veru hvernig einstaklingi allt öðru ljósi. Öll börn eru kraftaverk í sjálfu sér. Og eftir að hafa upplifað þurfa að hafa svona ofboðslega mikið fyrir því að eignast eitt barn og missa annað, að þá mýktist maður bara hreinlega. Maður svona þótti meira væntum nemendur og svona var næmari á þeirra tilfinningar og teygði sig meira eftir þeirra þörfum og Jú, þetta hefur bara breytt manni á held ég flest allan hátt, sko. Heitir að draga ályktanir Já. Sem ekkert allir gera, skilurðu, en er mjög gott, sko. Þetta er alveg rétt og þetta er held ég mjög mikil breyting og ég hef nú séð viðtöl sem hafa tekið við mig, sko, löngu ára þetta gerist og annað og þau eru svona sem einkennir þau, þetta er svona svolítið kokki náungi, sko, sem að með sitt á hreinu og það er svona lítil millileið, sko, það er eins og fullt af fábjánum sem að vita ekki eins vel og ég. En þetta gjörbreyttist, nú leita maður Fórst í verulega kalda sturtu þarna, lífið leiti að hafa alveg kalda, sko. Og umbylti í raun og veru mínu lífsviðhorfi bara hreinlega. Mér fannst lífið vera tiltölulega sjálfsagður hlutur. En eftir að hafa farið og hort svona í glyrnurnar á dauðanum og jafnvel þurfti að láta hann hrifsa frá sér, þá var þetta gjörbreytt. En hvernig var sko, þessi upplifun sko, að vera að syrgja leiðum að var að taka á móti og glæðjast yfir nýju lífi? Ég meina, náður að byrja að syrgja í þessum rússibana sem að þetta var þegar stúlka var að koma í heiminn? Í sjálfu sér var ekki endilega mikið gleði þegar hún fæðist. Já, við vitum ekkert hvort hún er að fara að lifa eða ekki. Nei. Og það er tilfinningar sem að því fylgdi að jarða lítinn dreng. En nafla mín að það var bara eitthvað sem að þurfti að setja á hold og geyma þar til síðar. Og ég held að okkar reynsla hjónana hafi verið svo að kona mín fór í sitt sorgarferli fyrr en ég. Og það er sko jafnvel 2-3 árum eftir að stúlkan er komin heim. Og ég ennþá síðar. Og það var ekki sko 4-5 ár, þá svona helltist yfir mann þessi drungi vegna þess að maður átti ekki strákinn. Úr því þurfti maður náttúrulega bara að vinna eins og gengur að gerist í slíku ferli. Hún kemur alltaf sorgin, hvenær sem hún kemur. Bara, en sko ég get ekki sleppt þér fyrir að nema að við tölum örlítið sko nýja fóstrið þitt og það eru hollvinasamtök sjúkrahússins sem að þið eru bara eitthvað ofvirkir þarna. Bara samt með peningum. Sú fæðing hefnaðist fullkomlega. Sú fæðing hefnaðist fullkomlega, já. Meðganga var reynda stutt en fæðingi lukkaðist mjög vel og það barn hefur
ofur þroskast hreinlega. Sko, hvað er langt síðan þetta var stofnað? Þetta var stofnað formlega 13. desember 2013 sem Stefán heitinn Gunnlaugsson. Já, sem er nýláttinn. Sem verður sungin á morgun. Já. Stofnaði, hann sem sagt lá inn á sjúkrahúsi og varð mjög alvarlega veikur, upplifði mikla hremmingar en upplifði svo óbóðslega mikinn kærleik og umhyggju að hann einsetti sér bara að koma einhverju góðu til leiðar. Á endanum þá ráðist í það stóra verkefni að kaupa 30 hjúkrarúm á fullkomnustu gerð. Það er svona það fyrsta sem þetta félag gefur frá sér. Það kostaði 30 milljóna og heilmikið átak. Og við erum núna, ætluðum að stefna á að safna fyrir sumarið, fyrir fullkominni öndunarvél. Fengum svo bókhaldi okkar, því að við náttúrulega erum ekki mikið að ræða í peningunum sjálfu, við bara öfluðara. Þá kom í ljós að við áttum fullt af peningum sem við vissum ekki Fólk hafi verið að leggja inn á okkur og það sagði við það skímu. Við áttum bara fyrir þessar öndunarvél sem kostar nærri 10 milljónir og hún er bara komin í pöntun og við erum að finna okkur næsta verkefni. Heyrðu, Jóhannes Gunnar Bjarnason, ég er ekki samt að skamma, ég er bara að segja þetta svona formlega lokin, en ég segi bara ástarþakkir fyrir að koma í þáttinn og segja okkur þessa fallegu sögu, því hún er falleg fyrst og fremst. Það er svo mikið þakklæti og mikil birta yfir en þrátt fyrir sorgina sem þarna dvelur líka. Og ég veit að þau gefið mörgum sem að horfðu á. Og við kveðjum hér og við sjáumst aftur í næstu viku. Takk.